Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Heyrðu, þeir eru stödd inn í stofunni minni, stofubúðinni minni sem átt að lifa í 3 mánuði og bara í sumar. Og hér er hún enn og er að taka á sig breytta minnst og þróast bara. Erna hefur búið í Reykjavík alla sína tíð en komið á Seyðisfjörð ásamt fjölskyldu sinni undanfarin sumur til þess að slappa af og hlaða batteríin. Og svo er maður búin að fylgjast með náttúrulega öllum skipakomunum og öllum túrismannum og svo hefur ósjaldan einhverju legið hérna á glugganum og verið að kíkja inn. Þess maður nýkomin í sturtu eða hvað eina og svo liggur einhver hérna og er að kíkja sko. Og hvumgóður, allavega það er liðin tíð nokkurn veginn og þannig ég ákvað að breyta eins til í ár. Því að fólk er svona forvitið hús að bjóða þau bara inn og græða á því í leiðinni. Þannig að allir vinna. Þannig var litla stofuverslunin Blóðberg til og eftir gott gengi í sumar ákvað Erna að halda áfram. Fór inn í þetta með engar væntingar, ætlaði bara að hafa gaman að þessu og var endalaust að fylla á og kynntist fullt af fólki og þetta var bara æði. Þannig að ég ákvað að prófa að vera einn í vetur, fyrsta árið mitt inn á Seyðisfirði og ákvað að taka eins og aðrar vörur. Og það var eina að höfða til fólksins á fjörðunum, eða austfjörðunum til þess að bjóða þeim eitthvað nýtt. Eitthvað sem kannski fæst ekki alls staðar og koma svolítið með Reykjavík hingað. Ég er með 3 hönnuð og kirsuberjatrénu á Vesturgötu Reykjavík og svo er ég með 5 fatahönnuði úr kiosk á Reykjavík. Þannig að það er Hildur Jómenn og Helikopter og Milla Snorra og Kristjana S. Williams sem gerir púðana hérna líka og það eru konir fastakúnar og svona og gaman og eins og með fötin og þá koma hérna nokkrar og svona á til og svo er ég alltaf með heitt á könnunni og það er bara verið að kjafta og spjalla og máta föt og bara hafa gaman að. Svo stundum bakaði ég líka og svona streymir lyktin út og það lokkar. Og fólki þykir líka svo gaman að koma inn í þetta hús, þetta er svo mikil upplifun. Þannig að það er ekki bara að fara í búðaferð, heldur að fara í, þú ert komin heim til einhvers, þannig í stofu hjá einhverjum og í elsta húsinu á Seyðisfirði í Þokkabót. Og þetta er sem sagt bara ákveðin upplifun og mér finnst það æði. Þannig að fólk hefur tekið andköf og það er búið að mynda hérna allt í bak og fyrir og þetta er bara búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og gefandi í alla staði. En hvaðan kemur nafnið Blóðberg? Mér langaði að bara í tengslu við náttúruna. Ég er svona sjálf nokkuð græn eða þess að ég tel mig vera það og alltaf að þróa það meira og meira með mér og ætla bara að hafa þetta svona í tengslu við náttúruna og ætla umvæða mér svona fjöllum og þannig að einhvern veginn kom þannig til og bara festist. Já, ef við ættum að súmmera þessu upp í svona stuttsvar þá væri það að við sáum sniðuga atvinnuauglýsingu á djúpavogur.is. Í kjölfarið ákveðu Gretna Mjöll og Óðinn sem búið höfðu á höfuðborgarsvæðinu og í Boston í Bandaríkjunum að flytjast á Djúpavog í fjölskylduvænna umhverfi. En svona eftir að við fórum að huga því að vera fjölskylda þá einhvern veginn fór ég að sjá fyrir mér svona þetta svona róa þetta aðeins niður og njóta. Það var líka alveg bara svolítið þannig að mér finnst það eiga allir að gera bara allt í einu, þú veist, við í kringum 30 og maður er að koma undir sér fótunum, maður er að safna fyrir íbúð, maður er að eignast börnin sín og maður er líka að vera að stofna fyrirtæki og skrifa bók og allt. Og mér fannst þetta einhvern veginn, ég nefndi ekki alveg að standa í þessu, öllu í einu. Þannig að mér fannst svona allt í lagi að hægja bara aðeins á og gera allt hitt kannski bara aðeins seinna. Það þarf ekki að vera að gera allt á sama tíma. Hverja teljið þið vera kostina og þá líka ókostina við að búa á svona stað? Þetta er voða gott, þú veist, við erum bæði bara að sunnan sko úr borginni og maður hefði svona heyrt eða svona ímyndað sér þú veist, allir þetta vita hvað maður er og hvað maður er að gera og maður hélt að það eitthvað svona óþægilegt. Og það er alveg pinguð þannig, þú veist, það er ekkert margir, þú veist, íbúar hérna og maður er fljótur að kynnast flestum, þannig að þegar það kemur nýr bíl í bæinn eða nýr hlutur þá er maður alveg að spá í því og það er eðlilegt. Og það hefði, mér fannst það miklu minna mál en ég einhvern veginn hafði haldið að það myndi vera. Hin hliðin á þessu er náttúrulega fólk hérna, þú veist, það lætur sig mann varða, því er ekki sama, það er rosalega mikið samkennd hérna finnst mér og svona almenn velvild
og mér finnst einhvern veginn kosturinn við það að vera í litlu þorpi sem allir þekkja alla þeir vega miklu þyngra en ókostir. Þetta eru ókostir. En þú veist, þetta helst bara getur ekki nálægt hvort öðru. Það er bara miklu meira kostum heldur en ókostum. En mín upplifun, sko. Þau fengu fljótlega að kynnast því hversu heimilislegt lífið á landsbyggðinni getur verið. Það voru við náttúrulega svolítið spennandi og nýja fólki í bænum og Regína líka var svo mikið djást, sko. Og allir krakkarnir voru svo hendur að henni. Og að leika við hana. Já, og það komu bara krakkarinn og ég grínlaust, þetta er ekkert grín þessi saga. Ég kom heim úr leikskólanum, sko, og var eitthvað aðeins lengur og kom heim 3:45. Það voru komnir hérna 4 krakkar og við bættust 3, sko, og svo var bara, ok. Þá þurfum við bara allir að setjast niður og ég skar niður 4 appelsínur og vinnan hélt bara áfram, sko. En mér finnst þetta svo yndislegt. Þetta er það sem við alveg fýlum í Tetlu, sko. Gráðu kettling, hitaði sér velling og borðaði. Foreldrafélag Grunnskóla Reyðarfjarðar stóð fyrir 4 vikna tilraunaverkefni í janúar þegar nemendum var boðið upp á hafragraut fyrir skóla, eldaðan af foreldrum. Félagið biðlaði til foreldra sem mættu eldsnemma, 2 og 2 saman til þess að sjóða graut fyrir svanga maga. En hvernig kom hugmyndin til? Við höfum verið að tala þetta að börn eru ekki að borða nógu mikið á morgnana, eða borða ekki neitt, eða borða mjög óhollt á morgnana. Og þetta bara kom inn á einn fundin hjá stjórninni og við ákváðum bara að keyra þetta í gegn. Og þetta er líka hið fínasta samstarfsverkefni fyrir foreldra. Síðan sjálf, jam, af honum heila. En hvernig er grautin hérna? Nú alltaf mismunandi foreldrar eldar en alltaf góður. Það var einu sinni sem þetta var næstu í bara svona grjón og vatn. Og hvað fáum við hona? Áan? Það er sko mismunandi. Stundum fáum við kanil, stundum chíafræ og rúsínur og stundum ber. En finnst þér muna þegar þú borðar hollan morgunmat eða ef þú borðar til dæmis ekkert áður fyrir skólan, finnur þú muna á þér? Já. Hvernig þá? Þá er ég bara, ef ég borða ekkert, þá er ég miklu þreyttari og þannig. Já. Þannig að finnst þér þetta góð hugmynd í foreldrafélaginu? Já. Haldið þetta verði áfram? Ég vona það. Bjarki Fransson er faðir nemenda í 4. bekk og var einn þeirra sem svaraði kalli foreldrafélagsins með bros á vör. Þú ert að klára grautarvaktinni, hvernig hefur þetta verið? Þetta er búið að vera stórskemmtilegt. Fyrsta skipti sem ég kem og þetta er bara mjög gaman. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Hvernig varstu mættur á? Við erum 2 sem elduðum og við mættum svona upp á 7. Og grauturinn var svona komin í pottinn bara, svona rétt rúmlega. Og já, svo koma krakkarnir 20 minútur fyrir 8. Þannig að það var svona smá stress hérna með suðupunktur, það var lengi að koma en þetta hafðist til rest. En þegar þú fékkst póstinn frá foreldrafélaginu í pósthólfið, hvað fannst þér þessa hugmynd? Varstu strax til í þetta? Já, tildulega. Ég held ég að vera svona svaraðilega mjög fljótt. Ég var, að hoppa á þetta. Þannig að mér leist mjög á þetta og sonur minn hefur mjög gaman að þessu. Þannig að ég held þetta er frábært framtak. Bjarki hefur tröllatrú á staðgóðu morgunverði. Ekki spurning. Hafragrautur með svona einhverju góðu kanil og einhverju fræjum og rúsínum. Þetta er mjög gott. Mér finnst þetta mjög gott, sko. Maður getur vaknað svona seinna á morgnana, komið í skólan og borðað það, svo bara upp í stofu að læra. Hvernig? Hvað varstu að borða áður, heima? Bara svona cornflakes og þannig, sko. Haldið þetta sé komið til að vera? Já, það er alveg margir að fá sér. Já. Ég held að þetta geti alveg náð langt, sko. Við erum stödd á vinnukvöldi hjá Björgunarsveitinni í Jökli á Jökuldal og hér þarf bara að viðra tækin. Hvað eru vinnukvöld? Þá hittust við bara hérna og förum yfir öll tæki og gerum það sem þarf að gera til að halda þessu bara gangandi. Við reynum að hafa það einu sinni í viku. Við erum búin að vera að smíða hérna inn í aðstöðuherberginu núna undanfarið kvöld og ákváðum að taka svona hlé í kvöld og okkur kaffi og grilla pulsur og það var gaman. Þetta líka kannski svona spurning að bara það eitt líka að hittast. Já, þetta má náttúrulega ekki vera endalaus vinna, sko. Þetta er bara ákveðin félagsskapur að koma hérna og hittast þó
þó að sé ekki verið að gera neitt, sko. Björgunarsveitin fekk inn á Hrólfsstöðum á Jökuldal fyrir 3 árum og hafa gert húsnæðið upp frá grunni. Við höfum ekki keypt neina vinnu í þessum framkvæmdum. Eina sem var hérna, við keyptum varmadælu og það kom aður með henni til að setja henni. Annars höfum við gert þetta allt saman sjálf. Er það svona afskaplega vel mannað í sveitinni að þeir eru nóg af kunnáttu? Já, það er náttúrulega, við erum með alveg afbragðsfólk og smiði og rafvirkja og náttúrulega bíladellu kallar, sko, sem hugsa bílana og það munur öllu að hafa gott fólk, sko. Hundurinn Kolur er heiðursmeðlumur björgunarsveitarinnar Jökuls en auk hans er 76 manns skráðir í sveitina og telst nú því sem ein af stærri minni sveitum á landinu. Flestallir bændur í nágrenninu eru til að mynda skráðir í hana. Þeir koma þegar á reynir og hérna, það er mikill munur að hafa þá með sér, sko. Það er bara upp á reynslu og þekkingu og annað. Töluverður samgangur og samvinna er á milli björgunarsveitan í nærumhverfinu. Reynum að vera duglegir að taka námskeið. Jú, svo hittust við reglulega. Reynum að taka yfirleitt eina vetrarferð á ári á svæði 13. Og svona koma menn saman með tækin sín og svona, hver fyrir lengst. Smá keppni? Já, smá tippakeppni, sko. Og hver vinnur hana yfirleitt? Það er við. Það er yfirleitt sá blái sem og stendur upp úr, sko. Daði hefur verið í björgunarsveit í 12 ár, en hvaðan kemur áhuginn? Já, það er nú saga að segja frá því að ég týndist sjálfur á rjúpnaði þegar ég var 17 ára gamall og þurfti að nota björgunarsveitina í Mjósveit og mér fannst þetta bara alveg geggjaði kallar sem kom á björgunarsveit, sko. Og ég ákvaði að verða bara einn af þeim. Og varst orðinn formaður í dag? Orðinn formaður í dag. Þetta er bara öskubusku ævintýri. Klálega. Þá erum við farin í sumarfrí, en þættirnir verða endursýndir á okkar tíma reglulega í allt sumar. En við sjáum svo í ágúst og takk kærlega fyrir veturinn. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.